Hér bara, hér. Heyrðu. Bara á þennan huggulega stjórnfund þar sem við ætlum aðeins að deila innan flokksins í bestu framtíð og þarna þetta verður góðmenn og það bara gott að koma hérna upp á Skaga og takk til alla sem hafið sérstætt að hús og svona, já, að taka vel á móti og sérstaklega stóðu við að hafa gott stuður. En þarna við erum alveg aðeins því en það má alveg stundum stress og mikið líka bara mála að sjá þannig að já svona skiptir mála að geta séð hvort annað við höfum fundið það skiptir mér ekki læsta stellingu en já þannig að ég ætla bara svona rétt að bara setja fundinn og gaman að segja frá því að við Óttar fórum á góðan fund í Hafnarfirði núna síðastliðinn miðvikudag sem einmitt minnir enn og aftur það hvað er mikilvægt að við höldum saman krefjandi verkefni sem að flokkurinn stendur frammi fyrir þar sem að fólk eftir að ganga þá skiptir enn meira máli að við fjölum okkur saman og bæði ræðum málin og getum veitt hvor öðru stuðning og það kom þótt við værum að þá voru rosalega góðar samræður og eins en magna hvað maður alltaf að læra eitthvað nýtt þegar maður heldur að maður viti svo margt um flokkin eða í þessu tilviki þá Hafnarfjörð þar sem við vorum að sækja þau heim þá maður alltaf að læra eitthvað nýtt sem þau eru að gera í sínu horni og það er kannski þess vegna sem við erum líka komin hingað og ég ætla ekki að þetta lengri í bili því ég Óttar mun síðan reyna að segja eitthvað vitulegt svo eftir
En mér langar bara að gefa henni Villu orðið og sem oddviti okkar hér Besta framtíðar á Akranesi og ég held að sé bara eftir einhver byrjun að heyra aðeins hvað að gerast, áskoranir og svona framtíðarsýn og bara, já, allt sem kemur ykkur við hér. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Eva. Vilborg heiti ég, Þórunn Guðbjörnsdóttir og kallum Villa, endilega kallum við Villu. En ég sem sé bæjarfulltrúi Bjartar framtíðar hér og sitt þar í meirihluta ásamt 5 sjálfstæðismönnum. Þetta nýjumanna bæjarstjórn og í anda Bjartar framtíðar þá hefur samstarfið verið mjög farsælt, hvort sem það milli meirihluta, minnihluta eða innan meirihluta, hvernig svo sem það og það eitthvað sem ég virkilega ánægð með að vinna langflest mál í sátt og samlyndi með góðu samtali, auðvitað einhver gerist en það samkomulag það að skoðanir og það greiðir atkvæði og tekur afstöðu eftir sinni sannfæringu óháð því hvar í flokki það stendur en vinnur saman alltaf til að ná bestu hugsanlegu niðurstöðu. Bjartar framtíðar Akranesi stofnuð náttúrulega fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og það var hvað ætlum verið svona 20 manns eða eitthvað svoleiðis upprunalega. Já. Skemmtilegur og öflugur hópur og við náðum að berja saman 18 manna framboðslista þar sem var hver snillingurinn á fætur öðru. Ingunn var til þessi heimasveitinu átjánda, hún náðum henni ekki inn en það kemur næst. Já, við endum með 400 atkvæði sem var nóg til þess að koma þá mér oddvitanum stjórn sem var bara mjög ánægjuleg niðurstaða, stemdi að tímabili að við erum 2 jafnvel, en fór ekki alveg svoleiðis. Þannig að svo svona kannski komum svona við sögu í bæjarmálunum og þá ég bæjarfulltrúi, ég sit í bæjarráði líka og ég formaður velferðar- og mannréttindaráðs og svo sit ég einnig í húsnæðismálin, við erum að vinna núna út frá nýrri reglugerð húsnæðismál. Ég sit í starfshópi byggingu nýs búsetukjarna fyrir fatla sem að verið að fara að finna stað og byggja upp bara vonandi á næstu. Auki ég í starfshópi sem að vinnur að stefnumótun í málefnum aldraðra. Það mikil hittamál málefni aldraðra á Skaganum og núna í góðu samstarfi við aðila innan stjórn FEPAN sem félag eldri borgara á Akranesi og nágrenni. En það svona, já, það ekki alltaf logn akkurat þar, eins og Ingunn kannski kannast við. Og síðan hún blósa umhverfisráði og hún varamaður minn. Hún ekki mikið reynt aðeins inn á minn hingað til það. Ég mjög sjaldan veik og eitthvað. Ég þarf að fara ofta til útlanda. Og hún í skóla- og frístundaráði, gríðarlega öflugur áheyrnarfulltrúi þar og síðan erum við með hann Hörð Helgason sem að hann kom inn á svona hann var ekki með okkur í upphafi en þetta fyrrum skólameistari í Fjölbrautaskólann, áhugasamur og virkur í öllu sem að viðkemur bæjarmálum. Hann bara því miður ekki með okkur í dag og verið gaman að hafa hann og kynna fyrir okkur. Ólína Ingibjörg heitir einn, hún var í stjórn Höfða. Hún þar sem deildarstjóri á einni deildinni þannig að hörðu í stjórn Höfða en hún Ólína varamaður hennar í skóla- og frístundaráði einnig. Þetta svona kjarninn sem eiginlega stendur vaktina núna. Við erum svona 5-6 sem að erum hvað virkust. Ég var að renna í gærkvöldi yfir listan eins og hann leit út í kosningunum og það alveg í burtu. Það eiginlega bara ótrúlegt. Já. Svanbergsson var 2, hann flutti til Noregs eiginlega bara strax út í kosningar og Kristinn farin og Starri farin og þannig að það eiginlega svakalegt það bara eins og fólk hafi bara hlaupið í burtu. En og svo líka einhverju sem að ekki tíma eða hættu að sögðu sig frá.
við erum öll svona svolítið ný í þessu og það sem ég hef kannski átt erfiðast með svona að, hvað var að segja, ég hef aldrei komið svona nálægt pólitík áður en þetta var forvitni sem rak mig áfram í þetta. Mér finnst alltaf gaman að kynna með málin svona frá þeim hliðum. Ég er búin að vinna fyrir þetta sveitafélag síðan 1990 og 7 en mér langaði svolítið svona bara að prófa hvernig hinum með borðsins. Kannski kemur mest á óvart að það hvað hlutirnir taka alveg óbærslega langan tíma alltaf. Það eiginlega alveg magna. Mér finnst þessu ofsalega góð þessi líking eins og einhver sagði þetta eins og að snúa olíuskip í sírópi stundum að fá einhver mál í gegn. En það mjakast. Eitt af því sem við settum á oddinni í kosningabaráttunni, það voru svona samráðshópar við eldri borgara, fatlaða aðstandendur þeirra og svo innflytjendur, íbúa af erlendum uppruna og þeir eru svona loksins núna að fara að komast á koppinn. Reyndar eldri borgararnir, við erum að taka þá hugmynd öldungarráð svolítið lengra heldur en plan var svona í pólitíkinni í ráðinu vegna þess að það eru mjög flottar hugmyndir sem að eldri borgararnir sjálfur hafa varðandi öldungarráð. Þannig að það svona aðeins í vinnslu en vonandi núna í næsta mánuði þá ætti að vera að koma að hreint með samráðshóp við annars vegar og svo skagamenn erlendum uppruna hins vegar. Þetta hefur allt saman tekið tíma. Það er flott að líða, það er bara núna rétt rúmt ár eftir af kjörtímabilinu og ég fann að upplega núna að því ég inn í skóla líka, ég deildastur í grunnskóla, maður fær alltaf svona tilfinninguna eftir páskafrí og maður er ekki búin að gera neitt í allan vetur og það er allt eftir. Ég er að fá þá tilfinningu svolítið núna þegar að fara að styttast í þessu kjörtímabili, mann finnst maður eftir að gera ógeðslega mikið. Við ætlaðum að gera rosa mikið og við að sjálfsögðu náðu alveg einhverju í gegn en vonandi nýtist þetta ár vel til þess að ná að klára bara málefna samningin sem að meirihlutin lagði upp með í upphafi og það er alveg að saxast á hann. En núna skilum maður þetta er alltaf verið að fyrst og sveigja yfir því rétt fyrir kosningar og þá er hitt og þetta gerast. Ég skil, það er bara verið að hreinsa upp og klára. Stóru málin kannski erfiðasta sem að við höfum staðið frammi fyrir á þessu tímabili er mál sem að tengist HB Granda og laugafisk en það var hausaþurrkun sem að niður við Höfn og þar nálægt og hluta á neðri skaganum og sem sé þreytuepli var það hvort að þeir fengi að byggja þarna upp nýja aðstöðu, nýtt hús fyrir þurrkunina. Ég var í móttökudeildinni þar. Þetta húsnæði ekki heima inn á bæjarmarkaði, svona nálægt byggð og það var reyndar úr að þetta var samþykkt, við vorum 3 og það var í rauninu sem vorum á móti. Við vorum 4 reyndar upprunalega en og það var ég og svo var einn einn sjálfstæðismaður, einn framari og einn og svo samfylkingamæður. Þannig að þetta var svona mjög þverpólitísku móttrúi sem átti sér stað þarna. En málið var samþykkt en svo fór það bara þannig að markaðurinn fyrir þurrkaða þorskaus á hrundi þannig að það hefur ekki verið þurrkaður hér fiskur í ár eða svo og stefnir ekki í það. Þannig að þetta eiginlega svolítið datt niður dautt. Ofboðslegt hitamál. Og skagamenn er svolítið flinkir í stundum að skipta sér upp í tvær fylkingar og hitamálið núna er bygging á Fimleikahúsi sem að er sprenging í iðkun á Fimleikum hér og engin aðstæðirunni eða mjög slæm. Þannig að það er búið að setja það á fjárhagsáætlun að byggja hér hús og þá er hitamálið staðsetningin. Það er á að láta á að reyna að byggja við íþróttahúsi Vesturgötu en það eru aðeins sem vilja frekar að segja það í Jaðarspökkum og þetta er mikið reynslu þetta í öllum saumaklúbbum og öllum kaffitímum og alls staðar núna. En verður spennandi að sjá hvernig því vindur fram. Er ég að gleyma einhverju stelpur? Já, taka svona kúin. Ekki. Mikil uppbygging framöndan. Það er fjölgun hér í þessum bæ og það hefur verið bara jafnt og þétt nánast fjölguð 1% á ári bara í heilanga tíma
og við erum að merkja það núna að það er að flytja hingað margar fjölskyldur á höfuðborgarsvæðinu sem að kaupa hér húsnæði. Og maður sér þetta líka bara eins og í skólan það sé ég vinna nánast núna vikulega erum við að innrita börn sem eru á leiðinni og þau já, jafnvel þeir eru að keyra á milli. Já, göngin náttúrulega eftir að göngin opnuðust þá var náttúrulega algjör sprenging í þessu og fólk kom hingað og býr hér, vill vera minni samfélagi en keyrir á milli. Svo náttúrulega samgöngumálið, það er náttúrulega enn eitt hittamálið hér út af því að núna á næsta ári að göngin að vera uppgreitt og gjaldfrjáls og ríkið tekur við. Þá er þetta stóra málið fyrir þá að fara að borga við tollinn. En það er umræða sem að eftir að heyrast örugglega ansi hátt og mikið í núna næsta árið. En þetta er okkur mikið hjartasmál hér að vera ekki að fá nóg af þessu, að vera að borga alltaf til að komast suður. Búin að borga í 20 ár og teljum að þetta sé alveg komið tími til að þá allavega allir aðrir gera það líka. Það var ekki bara byggja nýgu. Það þarf einhver að borga, við ætlum ekki að borga þau. Við erum alveg ákveðin í því. Tvöfalda jú, það er enda svoleiðis líka. En ég er alveg vissum að Hvergerðingar og Selfyssingar og þau Reykjanesbæ og svona geta hagnast alveg svakalega líka við á Tóttarengstað, bara við fáum bara betri vegi. Þið kynst í hverju komið keyrandi núna bara þetta lenda fyrir aftan einn sleða á Kjalarnesinu bara þýðir það að þú tefst klukkutíma. Þetta er alveg gorðin á milli. Þetta lengra. Já, nákvæmlega. Já, það eru svo vil vendilega líka að fá bátinn á milli flóasiglingarnar. Það er reitt sko. Það er bara komið útboð. Þetta var reynt í fyrra en þetta er samstarfsverkefni við Reykjavíkurborg og ég er alltaf spennt fyrir þessu og það eru það margir hér. Fá bara yfir sumarið til að byrja með allavega og þá er þetta ekki bílferja, heldur bara svona farþegaferja en ég held að þetta geti bæði fyrir ferðamenn og svo líka fólk að fara á milli, skjótast á milli. Já. Ég ætla bara að taka það fyrir mig. Herri, við þökkum að má vera stöðafundum. Herri, við þökkum Vilborgu eða henni Villu okkar fyrir þetta og ágætis yfirferð yfir. Ég var nýlega í heimsókn þannig að ég var svona aðeins komið innsinn inn í en kannski einhver sem vill bara spyrja einhverju. Koma svo. Sigrún. Spurt uppbyggingar á form. Það er náttúrulega við fengum gefið fyrir nokkrum árum síðan og land þar í kring og þetta er alveg gríðarlega spennandi. Það var haldinn kynningarfundur opinn núna bara fyrir svo þar sem var verið að plunnin og það er náttúrulega að byrja á því að rífa svolítið niður þarna. Það er ennþá starfsemi í hluta verksmiðjunnar, það er að það er flutt inn sementirnar sko og tekið á móti. En og það er svona stóru byggingar sem við sjáum, við komum sjáum megin sko að bænum að þetta kemur til með að víkja, allt meira og minna og þarna á að byggja upp bæði íbúðabyggð og líka þjónustu. Það er þarna teikningar og annað og þetta er virkilega spennandi og þetta náttúrulega tekur tíma en ég held að þetta gæti orku sem að flottasta svæðið á mörgum, manstu það? Ég man ekki. Þetta er góður slatti. Þetta er svona blandað bæði starfsemi og íbúðir allavega, já, og þéttbýli og dreifist út, já. Stærri og minni íbúðir. Og svo er líka annar reitur sem kallast Dalbrytareiturinn, en það
hugað uppbyggingu þar og þá íbúðabyggð aðalega. Minni íbúðir. Þetta byggð og þá verður sko rauninni þegar maður keyrir hérna inn í bæinn og einmitt við keyrir hérna fram hjá ríkinu þar, fyrst vorum að tala um það hérna áðan, að þá þetta á þeirri leið og þetta rauninni verður svona svolítið framlenging af komin þá bara með svolítið svona hérna, já, svolítið svona held ég flotta svona miðbæjar línu nánast frá Dalbrautarreitnum og alveg niður á Torg. En þarna við náttúrulega sjáum bara fram á líka að hérna það alveg óbáslega erfitt að finna leiguhúsnæði hérna núorðið og það komið svolítið svona víbringur í hérna fasteignamarkaðinn. Það verður allt hækka mikið og það selst allt nánast samdægus núorðið. En hérna það vantar sárlega leiguhúsnæði og kannski svona íbúðir í fjölbýli, við erum að tala um svona 3-4 herbergja íbúðir. Svo náttúrulega sjáum fram á það að það náttúrulega aldurssamsetningin að breytast. Kemur til með að vanta minni kannski íbúðir fyrir fólki sem að selja húsin sín og vill minnka við sig og svo náttúrulega sjálfsögðu íbúðir svona þjónustu íbúðir fyrir eldri borgara. Já. Já, stemningin í kringum málefni aldraðra og þú veist að minna bæði varðandi heilsugæslu og svo líka bara svona já, sko hérna það var gríðarlegu léttir núna þegar að hérna bærilosnaðan lífeyrisskuldbindingum var orðið verulega íþyngjandi og reksturinn ofsalega erfiður upp á Höfða. En sjá svona fram á bjartara tíma núna. En það náttúrulega, Höfði það verið fyrst og fremst hjúkrunarheimili og það vantar hjúkrunarrými og vantar sérstaklega eins og þarna, hvað var það, hvíldarinnlagnir og svoleiðis, það bara 1 rými fyrir hvíldarinnlagnir eins og sem allt of lítið. Jú, svo það upp á Höfða þá líka hérna, það svona, dagdvöl þar. Síðan að það náttúrulega líka mikið hittamál, það þjónustumiðstöð fyrir aldra, þá að segja 60 ára og eldri. Þau í húsnæði sem full lítið og hérna niður Kirkjubraut. En inn í plönunum á Dalbrautarreitnum sem ég var að tala um áðan, þar stefnt að því að byggja á jarðhæð og þannig að þá geta verið íbúðir fyrir ofan það sem að fólk getur þá. En auðvitað þetta náttúrulega hér eins og annars staðar að náttúrulega hérna stefnt tíma hjá sér eins lengi og mögulegt og við erum náttúrulega góðu samstarfi við heilsugæsluna varðandi hérna og hérna þessi innlit og aðhlynningu heima fyrir. En hérna já, en það og það verður að vera inn í okkar plönum. Já, það held ég að það sé alveg í ágætisfarfi. Við náttúrulega búum svo vel að vera náttúrulega með sjúkrahúsið hérna og það sem bara hérna auðvitað eins og Óttar kannski á eftir að koma inn á það náttúrulega kreppir skóð þar eins og við annars þar svona í heilbrigðiskerfinu en hérna varðandi heimahjúkrun og svona aðhlynningu heima þá fungerar ágætlega og hefur verið gott samstarf á milli hérna bæjarins og heilsugæslunnar á því leytinu til. Þarna, með spurningu eða? Nei. Ég kannski pínu forvitin og við reyndar rættum þetta aðeins sem sagt þegar við hittust hérna daginn en bara fyrir stærri hópa þá vorum við að ræða næsta ár og svona hvernig þið hérna og hvort að Björnsframdi eigi ekki örugglega að sækja sterkt á næsta ári og svo framvegis og auðvitað eins og hefur komið fram 2 stjórnarfundum allavega þegar við mikið verið að ræða sveitarstjórnarmál meðal annars að þá kemur alltaf upp þetta að nýja stelpan á ballinu held ég ofta að segja alltaf en núna og þú veist þannig að við höfum það ekki lengur en það sem við höfum og verandi í meirihluta á mörgum stöðum þannig að það svona já svona bara hvernig þið sjáið það fyrir ykkur og hvort þið eigið
hvað ég segja, nýtt fólk sem væri til að slást í för með okkur. Það var bara eftir að koma í ljós. Það er einhvern veginn, það er kannski ekkert rosalega mikil held ég svona starfsemi í pólitíkinu svona á milli kosninga hérna. Allavega svona hef það tilfinningu, ekki nema það helst hjá sjálfstæðismennunum sem er alltaf með einhvern fastan kjarna. Og það virðist vera kannski svoleiðis allstaðar, en hjá öðrum, Samfylkingin enda líka, það verður svona verið einhver stað sem er þar. Já, en svo fyrir þetta örugglega hressast eitthvað, ég geti trúað kannski upp úr næsta hausti eða svo. Þegar svona er farið að styttast í kosningar. Bara, þá þarf að fara að smala. Og reyna svona kannski að þreifa bara á stemmingunni hér, hvort þetta sé raunhæft að, eða hvort að það, ég veit ekki, hvort að, sé einhverja hugmyndir hjá öðrum einhvers konar samstarf. Allt þess verið að þú hugmynd komið upp að því að við erum náttúrulega með í bæjarstjórninni eru fulltrúar sko frá Samfylkingunni og það er Björt Framtíð, Sjálfstæðismenn og Framsókn og myndi segja sko Björt Framtíð og Samfylkingin eru kannski standa svolítið frammi fyrir því að það er, við höfum ekki úr miklu mannskap að móða svona hvert fyrir sig, þannig að eins og ég segi, ég er ekkert að slá neinu föstu en þetta örugglega bara svolítið eftir að ræðast og koma í ljós næsta haust. Ég núna alltaf erum við komin náttúrulega í ríkisstjórn, þannig að Björt Framtíð náttúrulega, þetta fólk sé svolítið að segja að þetta er vonandi komið til að vera. En já, og það er kannski svolítið svona áskorun fyrir okkur lítið hann að sýna fram að við erum flokkur, við erum ekki bara eitthvað sko, já, hundur í bandi hjá einhverjum öðrum. Við verðum svolítið að, maður þurft svolítið að ræða þetta, bara við aðra, þetta er svona fólki að þið verður að horfa í næstu kosningar, sko, þau eru bara raunin inn í eitthvað annað og við þurfum að standa svolítið fast, já, stíga svolítið fast í jarðaðra held ég og svona, já, identityð, einmitt, nákvæmlega hérna kom það. Það er gaman að vinna sko til hægri með sjálfstæðismönnum, en við mögum ekki gleyma því að það var ekki ástæðulausu sem að Guð setti hjartað vinstra megin í mannin. Við þurfum að vernda þessu fólk. Sumir eru með hjartað í miðjunni. Bara líffræðilega séð. Ok, eitthvað fleira þetta eða engar spurningar, eitthvað sem að já. Ég dáðs að þessum stelpum hérna, stelpum, konum halda þessu starfi gangandi því að ég veit að það fengi neyslu að hafa verið hérna í bæjarpólitíkinni til ansi margra ára fyrir Alþýðubandalag, Samfylkingu og svo Bjarta Framtíð að það er mjög erfitt að halda uppi stemningunni eftir erfitt að fá fólk til þess að starfa. Þannig að þið hafið staðið ykkur alveg rosalega vel. Ég er mjög ánægð með ykkur. Sem heiðursætiskonan. Má hún ekki segja svona, það er ekki akkurat, er ekki akkurat svona sem hún segir. Ég er að gráta þessu. Með eitthvað áhugasamt fólk með bara sem okkur dettur í hug, benda þeim á ykkur, það ekki? Já, endilega. Bara takk fyrir þetta og vonandi að við erum búin að gott að heyra að gangi vel. En auðvitað er þetta alltaf strempið og þá sem er í þetta að vera með sitt og síðan að gera hitt með. Það er alltaf áskorun og þarna það er væntanlega verið að tala hérna fjölgun bæjarfulltrúa, þannig að þetta er svona að muna það, eða mér finnst mikilvægt fyrir mig sem verandi í Reykjavík, þar sem er oft lúxus að fólk getur sinnt því starfi að mestu eigið starf, skiptir miklu máli, það er virðingavert hvað fólk er að leggja á sig og það er fyrir mjög lítið skítaskammir frá fólki þeim, þannig að þetta er og verðna konur sem haldi þessu uppi, þá er
samband mikið að tölum yfir það að konur sérstaklega oftast eftir 4 ár í sveitarstjórn hætta, að menn eru oft lengur, þannig að þetta alveg, já, að við þurfum að hafa það alltaf bak við eyrað hvað þið að gera mikið. En bara takk fyrir það. Nú, næsta málirinn á dagskrá var bara að við Óttar myndum svona, hvað ég segja, reifa á því sem að í gangi bara í pólitík og annað, og bara að því ég alltaf svo mikið blaðrandi og ég held að fólk vilja miklu frekar heyra í Óttari, en þá langar mig bara svona praktíski hlutir, langar mig þá kannski bara að koma frekar að. Og í fyrsta lagi það meðal annars kveðja frá henni Eyrúnu okkar, og sem í Bjartri fandi fyrir, hvað segir maður, fyrir sunnan? Suðurkjördæmi. Og Arngrímur, og ég sá núlega að hann hefði verið að missa ættingja, en hann bað kærlega að heilsa þegar ég búin að vera svona í samtali við fólki út á landi svona, og eins Gunnsteinn okkar á Snæfellsnesi, og svo Palli bað líka kærlega að heilsa. Skila sérstaklega kveðjum og ég lofa því. Og Lúlla. Og Björt sendir kveðju, hún var þegar sáðu örugglega í fréttunum varðandi, hún var á fundum í morgun vegna þess sorglega máls í Silfuru. Nú, annað praktískt varðandi stækkun stjórnar, og það var líka rætt það örugglega á síðustu 2 stjórnarfundum. Það kom nú aðalega til meðal annars út af því að Preben verandi oddviti í norðaustur og á Akureyri ekki inn í stjórninni, og þetta bara svona kannski bara yfirsást að passa upp á það þegar við á ásundunum í fyrra, og það sem sagt grein í lögunum okkar sem segir það að við megum stækka við stjórnina ef okkur finnst halla á til dæmis kyni eða þá til dæmis ef okkur finnst vanta upp á að landsbyggðin eigi fulltrúa, og þess vegna ég einmitt líka búin að vera í samtali við fullt af fólki, og að sinni þá ekki fleiri en Preben sem við viljum þá bæta inn í stjórnina núna, en síðan talaði okkar fólk sem ég var í sambandi við að passa upp á nýliðun og að tryggja að fólk frá þeim séu þarna, að við myndum gera það bara næsta ársfundi. En í rauninni þurfum við bara samþykki þessar fundar, bara meirihluta þessar fundar, að Preben verði þá hluti af stjórninni, og ég á vona því að allir séu hlynntir því. Þannig að við bara hlynntir því, bara svona formsins vegna. Takk. Já, þú veist. Annað mál sem sem sagt, við tölum líka síðast að hafa vinnuhelgi, en framkvæmdastjórn hefur ákveðið að það sé bara kannski meira fengi út úr því að hafa vinnudag, og ég setta það svo sem inn í grúpunni, en ég segi það aftur hér. Það sem sagt, fólk að taka þann dag frá, og síðan myndum við vera með vinnuhelgi frekar í haust, þegar það einhvern veginn bara varandi, fólk ekki alveg komið, fólk ekki ennþá búin að gera upp við sig hvernig það sér fyrir sig næsta ár, við erum ekki komin þangað, þannig að já, en það engan síður það þarf svona bara aðeins að halda hópinn og fara yfir í mál, þannig að vinnudagur og svo vinnuhelgi í haust. Allt í lagi. Og að lokum kannski bara varðandi sveitarstjórnarmálin, þá hef ég beðið oddvita að senda mér, það var að tala það að ég þurfi nöfn frá öllum, og þau eiga að berast núna eftir helgi, og þá mun sá hópur hittast aftur og fara yfir allt það efni sem við núna búin að sankað okkur á síðustu fundum sem hafa varðað sveitarstjórnarmálin. En bara fyrir þá sem hafa kannski ekki tekið þátt í þeim fundum, þá held ég að sé alltaf bara mikilvægt að það kemur alltaf niður á sama að við þurfum að eiga sameiginleg mál, og sem að við getum einhvern veginn tala fyrir, þrátt fyrir að við erum auðvitað í ólíkum sveitarfélögum þar sem ekki alveg hægt að leggja áherslu á það sama. En þá, fyrir þá sem kannski hafa ekki verið á síðustu fundum, að þá kom alltaf umhverfismálin upp, og við eigum og ættum að geta verið sterk hvað það varðar, hvort sem að kemur að ríkisstjórn eða
ríkisstjórnarstarfi eða sveitarstjórnum. Eins höfum við mikið talað menningu og það var gaman að sjá hvað margir stukku á bátinn og aðstóðu Tettu við að gera svo fína ræðu og eins sem sagt að við sem svona stökkva til að aðstóða þegar vera að leita að efni, leita til þeirra, það er frábært. Þannig að þetta er svona sameiginlegu málin. Og svo bara eitt að loka með Villa sagði þetta varðandi málefnasamningana, þá vil ég hvetja þá sem eru hér í sveitarstjórnum að skoða það einmitt, hvað á eftir að klára til að klára það málefnasamninga sem eru, sérstaklega við sem erum að starfa í meirihlutum. Það er mjög ánægjulegt í Reykjavík er við þótt að það sé ekki alltaf frábært þar, en við erum búin að uppfylla það sem við settum okkur í málefnasamningnum í rauninni. Og það er mjög ánægjulegt, þannig að mjög gott að taka þessa stöðu sem fundi og að við séum að kanna það og svo auðvitað að búa okkur til þá efni til að fjalla það og stiga dálítið fram og það er svona það sem að ég sé allavega fyrir mér að ég vík frá stjórnarformanns og bara að sitja þar í sveitarstjórnum, að byrja að taka þetta saman, byrja að undirbúa okkur strax og sáfræjum og bara svo að þetta að sáfræjum einmitt, að því ég var að segja ef Óttar hérna á leiðinni að fólk frá öðrum flokkum til dæmis sem ég er að starfa með rekur augun í svona já, þetta var alltaf fundum á Skaga og hvernig fólk að mæta og ég nefndi síðasta fund sem ég held með Kópavogi, eitt samfélkingamaður í Reykjavík og svo Pírati oddviti þeirra að spyrja og fólk tekur eftir því að við erum að hittast. Það þurfi ekki endilega að vera rosa fjölmenni en enga síður að svona halda hópinn og halda okkur við málefnin og vera að fara yfir það. Þannig að það skiptir máli að upplifa að við séum virk. Að því sögðu þá er ég búin að fara yfir praktík og svona eitthvað smá sem kemur að sveitarstjórnarmálunum og gef því orðið til Uns. Já. Já, sem sagt, það er svona hugmynd sem við erum að vinna með 25. mars að taka svona stuttan morgunfund heilbrigðismál og að við hérna í teiminu í heilbrigðisráðun heimsókn og fara svona yfir betur í díteilum hvað við erum að hugsa og hvað við erum að gera og svo framvegis. Þannig að það er svona pæling sem við erum að vinna með. Þannig ég mun hérna auglýsa það bara betur inn í hópin okkar þegar ég er búin að ganga frá því. Og Þórunn biður líka að heilsa og Þórunn og Steinar í samstarfi við Björt eru einmitt líka að þau eru að finna dagsetningu málefni sem tengjast umhverfismálum og loftslagsmálum og vera með einhvers konar opinn fund bara svona núna á næstu 6 til 8 vikum. Þau svona er að festa það. En gjörðu svo vel, Óttar. Reynum það að við getum meðleitið. Hérna, já, hæ mikrofón. Hérna á ég ekki að gefa, ég var að hugsa að kannski bara rétt að rapportera frá okkur hérna ríkisstjórnarfólkinu. Það er svona dálítið hjá okkur að við svona erum lokuð inn í verkefnum að því það er rosalega mikið álag bæði í ráðuneytunum en líka í því að sitja í ríkisstjórn, sérstaklega að vera litli flokkur með 2 ráðherra. Þannig að við verðum kannski dálítið svona lokuð inn í okkar umhverfi og síðan upplifum maður að það speglist að einhverju leyti gegnum umræðu og fjölmiðla sem að manni finnst ekkert alltaf alveg rétt og svona, þannig að þetta er kannski frekar en að ég fari að þylja hérna upp eða halda mikla þrumuræðum hvar við erum stödd, kannski bara svona rétt að reyna að segja frá því hvernig ég upplifa það og fá frekar samtal og spurningar og eitthvað svona. Það hefur sem sé ekkert farið á milli mála að það er búið að vera heilmikið prógram fyrir okkur Björt og okkur öll í ég sagði við hóp af læknum í gærmorgun að við litum ekki á okkur sem ráðherra og aðstofamenn heldur sem teymi og
við ráðherrann sé þessi visible frontur á því, en það er búið að vera aldeilis handagangur í öskunni bara að ganga inn í ráðuneyti, taka við þessum málaflokkum. Að heilbrigðismálin eru náttúrulega alveg rosalega flókin, stór, mörg verkefni sem er endalaust verið að vinna í og endalaust að taka ákvarðanir um. Til dæmis komið að ráðningum í stöður sem voru auglýstar svo fyrr í ágúst, minnir mig, og maður er að taka við verkefni sem eru jafnvel sko búin að vera í undirbúningi í einhver ár. Það er stór mál núna sem er að byrja að koma aftur í fréttir og verður 1. maí, sem er sem sagt nýtt greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu, sem að við erum bara að fylgja áfram síðustu metrana. Þetta að í undirbúningi. Sem sagt það var þverpólitísk nefnd með Pétur Blöndal sem vann í þessu í 2 ár. Sigrún var okkar fulltrúi þá, sem að skilaði þessu af sér á sín tíma áður en það kom inn í þingið og var síðan samþykkt. Þannig að við erum bara búin að vera í alveg rosalega brattri lærdómskúrfu. Því að bregðast við í umræðunni málum sem koma upp og sem er ekkert endilega allavega eins og við upplifum það aðalmálin. Það eru aðalmálin í umræðunni einhvern veginn. Málefni klínikurinnar, meint einkavæðing í heilbrigðisþjónustunni sem að er einhvern veginn alls ekki svo dramatíska allavega inn á borðinu. Það er ekki þannig í gangi. En auðvitað það þrýstir á að fá að gera meira. Það er ekki dramatísk on-off takki á því, en við getum endilega að það er áhugið þá. Rafrettu frumvarp sem er það að koma meiri utanumhaldi utanum það virkaði mjög saklaust fyrir okkur held ég inn í ráðuneytinu, þangað til að það sprakk. Sérstaklega áhrifamikill eða allavega mjög hávær hópur miðaldra karlmanna sem virðist vera mjög reiður yfir því. En þessi er eins og mjög þakklátur. Segi ég á bendi á brefmennina bakum mig. En síðan kannski það sem er ósýnilegra og allavega gagnast sjálfum mér, þá er það hlutverkið að vera oddviti í ríkisstjórn. Við erum auðvitað ennþá fyrstu mánuðina erum við að vinna, er ríkisstjórnin að vinna eftir málefnasamningi sem sagt ríkisstjórnarinnar, þar sem við settum þetta sterkar línur og forgangsröðun og bara frá fyrsta degi er farið alveg á kaf inn í undirbúning fjármálaáætlunar sem að samkvæmt lögunum við þurfum að leggja fram fyrir 1. apríl. Það er að málaflokka áherslur, möguleika á útgjöld, tekjur, aukningu eða samdrátt bæði í málaflokkum og í heild og við þurfum að leggja þetta fram fyrir næstu 5 ár. Þannig að þetta er í raun og veru eins og grunnurinn af fjárlagavinnu fyrir 5 ár fram í tíma. Þetta er í annað skiptið sem þetta hefur verið gert. Það var í fyrsta skiptið í fyrra og þetta er í fyrsta skiptið sem ný ríkisstjórn leggur fram fjármálaáætlun fyrir allt kjörtímabilið. Og það er rosaleg vinna og ráðherranefndur ríkisfjármál sem ég sit í ásamt forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem séu oddvitar flokkana sitja í þeirri nefnd með síðan embættismönnum aðal úr fjármálaráðuneyti og forsætisráðuneyti og þar erum við bara að fara yfir og skoða helstu línurnar bara basically. Hverjar verða tekjurnar, hver er áætlaður hagvöxtur eða og svo framvegis árið 2019 og svo framvegis. Og síðan speglast þetta inn í ráðuneytin sem að munu fá ramma og það er alltaf líkur til þess að það þarf í raun að vera að samþykkja ramma málaflokkana í ríkisstjórn í næstu viku. Og ráðuneytin eru að undirbúa rammana, hvað er það sem við verðum að fá, hvað er það sem við viljum fá til viðbótar, hver er staðan og þannig að það verður kannski meira mætt á Sigrúnu og Unnsteini að vinna í þessu inn í heilbrigðisráðuneytinu meðan ég hef verið innan veginn. En þetta er allt saman ósýnileg vinna, þá vil þetta verið sett á borðið og síðan byrja að fletta og komast að öllu sem vantar í það eða hvað sem er að og þá verður allt vitlaust yfir því, það verður bara komið ljós. En
Við höfum að fundi fyrir því það er upplifað þetta í fyrsta skipti, náttúrulega fyrsta skipti sem Björt Framtíð er í ríkisstjórn. Ég alltaf ekki helt alveg þannig séð fyrir 5 mánuðum að þessi flokkur væri þess vegna ekkert endilega að fara að lifa áfram, sko, allavega á þingi. En allt í einu erum við komin inn í ríkisstjórn og farin að bera ábyrgð á stórum málunum og ýmsir andstæðingar ríkisstjórnarinnar hafa náttúrulega sigtað það út að við værum veikir flokkurinn, við værum nýi litli flokkurinn og svo framvegis og við höfum fengið svona ansi harða gagnrýni og okkar þingmenn líka í þinginu úr pólitíkinni og svona stemming fyrir þessari ríkisstjórn eða pólitík almennt, vil ég meina, út í samfélaginu. Og mér finnst hvorki þingið né ríkisstjórnin hafa fengið nokkra 100 daga, nokkuð séns í byrjun. Það einhvern veginn bara svona farið strax af stað. Og það er óþrifið í þessu samfélagi. Það er svona sambland af 2007 og post-hruni. Það er að segja, fólki finnst að því sé skuldað, það er kominn tími á uppbyggingu í heilbrigðiskerfinu, það er kominn tími á hækkun á launum, það er kominn tími á þetta og alls konar. Og þó það sé rosalega mikið að gerast, var ekki verið að segja að Ísland hefði verið með næst hæsta hagvöxt af öllum ríkjum í heiminum, við erum orðin eins og Kína og Tæland þegar það kemur að hagvexti, sko, í þessari rosalegu sveiflu. Og sömu viku heyrum að það hafi verið 53% aukning á framboði flugsæta til Íslands í janúar og febrúar á milli ára, sko ekki á 10 ára tímabili, heldur frá því fyrra. Og fjárlögin sem voru samþykkt sem sambland af kosningafjárlögum og eftir kosningafjárlögum sem allir flokkar fengu að setja í, fjárlögin sem voru samþykkt í desember, þeir eru með 8% aukningu í útgjöldum. Það er náttúrulega rosaleg hækkun, 8% á milli ára. Og það er það sem við erum að byggja á í þessari fjármálaáætlun, það er í raun og veru að verja þessa hækkun og ná að halda eitthvað áfram í rétta átt. Og það verður erfitt að útskýra það fyrir fólki vegna þess að fólki finnst þessar 8% hækkanir eða 20% af launahækkanir vera bara svo sjálfsagðar að þetta sé dropi í hafið, sko. Þannig að þetta verður alveg smá töff og við erum komin kannski í þetta hlutverk núna að vera nei, þannig að þú ert búin að fá ís, við fáum ekki meiri ís á meðan við vorum náttúrulega áður í hinu hlutverkinu að henta meiri ís einhvern veginn. Já. En ég var að að kannski verið ekkert að hafa minn inngang mikið lengri og bara til að reyna að fá meiri bara spjall og bæði spurningar og spekulasjónir, sko. Vegna þess að þetta annars vegar fyrir mér verkefni núna og nú horfi ég auðvitað á flokkinn í þessari stóru mynd og gagnvart þinginu og svona. En okkar hlutverk núna að vera bara þessi það sem við höfum alltaf að vera ábyrgi miðju aðilinn í pólitíkinni, vera rödd skynsemina og langtímahugsunar og svo framvegis. En leið að láta það ekki út fyrir að væri að gera hérna fyrir bara ári, 2 árum, að við erum svo leiðinlega að allir myndum missa áhugann á okkur. Vegna þess að við þurfum líka að halda lífi og halda uppi stöðinu og lifa af og ná að blómstra í kosningum bara strax á næsta ári í sveitarstjórnunum. Og það náttúrulega, ég held nú sko að styrkur okkur í sveitarstjórnunum og sveitarstjórnarhópunum hafi verið það sem að tryggði starfið í flokknum, sem að aftur það sem að tryggði það að flokkurinn dó ekki út í þingkosningunum. Þetta voru hóparnir úr sveitarstjórnunum sem að komu inn, tóku einhvern veginn boltana. Og þannig að ég held að allur flokkurinn og við líka í þinginu og í ríkisstjórn þurfum að hugsa sveitarstjórnarkosningarnar þó að það hljómi kannski dálítið kalt. En ég ætla að þegja í bili og ég veit ekki, Eva, vilt þú ekki stjórna það bara? Og ég kannski að það kemur svona svolítið í framhaldi af þessu. Sko ég er að hugsa sveitarstjórn
sko sveitarstjórnarmálin bara almennt og líka þá kosningarnar, en ekki bara út á kosningum, heldur líka bara almennt. Og málefni sem að við erum með, heilbrigðismálin, hvernig við getum, hvort og hvernig við getum hugsanlega tengst betur, náttúrulega sko, heilbrigðismálum til framdráttar og þá út frá sveitarstjórnunum. Og það sem að brennur sko mjög mikið hjá okkur náttúrulega þetta sem ég spurði áðan sko all land. Sko ég veit að, og það var það þá sveitarstjórn Reykjavík, sko Reykjavík þar meðtalin, til dæmis með bara hjúkrunarrými. Þetta er alveg ótrúlega brýnt úrlausnarefni. Horfum á það. Ég var bara svona veltaði fyrir mér sko hvort að við gætum bara lagt saman krafta okkar á einhvern áhugaverðan máta til þess að sko finna úrlausn fyrir málefnið, en svo líka skiljiði í að vera í samtali við fólk í sveitarstjórnum, sko á sveitarstjórnar sko íbúa. Að meina það. Ég varpa svona bara hérna fram. Ég vil bara rétt að grípa boltan hvað það varðar, af því að það var það þó ekki kannski, það ekkert mjög svona selling point mikið að tala hjúkrunarrýmin og það í sveitarstjórnum, en að því þú nefnir þetta og þá tengsl við ykkar ráðuneyti að þá á fundinum á miðvikudaginn með Hafnarfirði og þar var líka Tedda, að þá var svo gaman að sko, Hafnarfjarðarbær og Kópavogur að slotta og flottar lýðheilsustefnur. Og eins mikil svoleiðis, og það ekki búið að klára hana í Reykjavík, að hún það er svo stórt og viðfangsmikið efni sem við erum að vinna með háskólanum. En þar segir strax líka samnefnara sem við höfum að einhvern veginn að grípa á lofti og kannski, við ætlum ekki að ræða mikið áfengi, en að því að að því sögðu að nú hafa sum bæjarfélögin einmitt verið að álykta á einhvern hátt á móti eða í undirnefndum í þeim bæjarstjórnum og svo framvegis. Þannig að þá ég bara að hugsa að þegar að því kemur eða skotið á okkur hvað það varðar að margir hafa hafnað í, að þá allavega þá þessi lýðheilsutenging held ég alltaf eitthvað sem sameiginlegt milli okkar bæjarstjórna. En varðandi að hvernig við tökum á móti fólki og svona séum, við erum náttúrulega opin í eðli okkar og svona að við virkum ekki lokuð út af við. Það var að gerast núna, það var einna manneski sem ég þekki ekki sem kom og ég held að henni hafi fundist það óþægilegt að vera að mæta hérna inn á þess að þekkja neitt og hún allt í einu bara farin. Ég var allt í einu bara eitthvað, ó nei, hún farin? Ég vona, mér langar bara svona að því við þekkjumst svo mörg, við skulum tala við það sem við þekkjum ekki og segja hæ, þú ert velkomin. Já, bara, nei, bara, það skiptir ekki máli, það skiptir ekki máli hver það var, ég bara svona, að því ég fattaði það allt í einu bara. Já, þannig að mér langar. Ég var að koma söðu fyrst og koma skrifstofan hjá okkur, það fikk alltaf þessa tilfinningu, það var allir að fagna okkur orðið mikið og ég hætti svolítið að koma þess vegna. Þegar ég flutti söður og fór að koma skrifstofan í Reykjavík, þá fannst mér alltaf að ég var að brjótast inn í eitthvað partí. Þannig að þetta er svo þröngur hópur, sko. Þetta alveg saman, mjög góð ákveð. Já, svo ég tala nú þessum anda líka eða þannig þetta. Ég minnst á þetta einu svona fundi líka að ekki bara hvernig þetta núna heldur hvernig við viljum þetta verði. Ég nú búinn að vera í stjórn heilengi og mæta, ég ekki búinn að sitja neitt í bæjarstjórn eða á þingið eða neitt, sko, þú veist bara með. Og ég er stundum upplifið mig bara, ég veit ekki, smá svona aðskoða hlutur einhvern veginn, það bara þannig í upplifuninni. Þannig ég held við ættum að líta á þetta sem sóknarfæri að hvað getum við gert til þess að bjóða fólki velkomið. Og þegar fólk nýtt, þá að taka því opnum örmum sem slíku og svona kynna því í flokkinn, kynna því kannski dálítið svona, nota kynninguna kannski sem svona tækifæri til að hittast og svona, en við þurfum kannski, og ég hef enga trú að segja, þetta bara og
kannski orku og hugsanleysið smá, sko. Ég held að það sé bara þetta. Ef við svona hugum að þessu, ég held að séu fullt af sóknarfærum í komandi svona vinnu. Það var bara mjög mikilvægt að við tölum þetta hér og kannski þá okkar í framkvæmdastjórn aðeins að á næsta fundi okkar að fara dýpra ofan í það og af því þetta auðvitað alls ekki þannig sem við viljum hafa þetta. Það ákveðin tendensi hjá okkur að filosófía að vera innileg og svona til þess að vera inklúsív, en það er náttúrulega fyrir þá sem eru í salnum. Já, mér langar alltaf bara að segja, sko, við erum alltaf á miðvikudögum með valdaspjallið sem er yfirleitt sama grúppan af fólki, svona nokkuð algengt. Þetta svona 6 til 10 manna hópur. Það er alltaf allir velkomnir að koma, Valdi er alltaf duglegur að benda á þetta inn í Bjartar framtíð Facebook-grúpunum og slíkt. Það er alveg kjörinn vettvangur til þess að koma. Ég get alveg lofa þeim sem hefur ekki mætt ára á valdaspjall að viðkomandi verður ekkert vísað á dyr, sko. Það er bara tekið 8 örmum af því ég er búinn að fá hundleið á þessum köllum sem ég er búinn að vera að spjalla við núna. Þannig að það var alveg rosalega gott að fá eitthvað nýtt fólk að mæta. Ég var að taka næmi. Nei, þú ert bara nýbyrjað að mæta, en sem mjög gott. Það er svona feskur andblær að Jasmína kom og byrjaði að hrista eins upp í hlutunum, sko. Gera Valda brjálaðan og eitthvað svona, sko. Þannig að það er bara að gera að mæta. Þú veist, ef að fólk hefur tök á að mæta klukkan 5, þetta er yfirleitt á tíma sem að flestir hafa tök á að koma eftir vinnu og annað slíkt. Koma að spjalla og það þarf ekki að fá sér bjór, það vill það ekki, það er bara hægt að fá sér hvað sem er, kaffi eða vatn eða kristall, já. Og bara, þú veist, það fara ýmsar meiningar í gegnum þennan blessaða hóp og yfirleitt alltaf góðar umræður, þannig að ég bendi allan á þennan vettvang sem dæmi og svo er alltaf hægt að gera margt annað til þess að opna okkur aðeins í flokknum. Ég get alveg tekið undir það sem þú ert að segja og bara svo að þú sérst ekki eitthvað svona ein með þetta því að það er bara að segjast í gegnum kosningarnar til sveitarstjórna þá upplifðum við þetta mjög mikið á kosningaskrifstofum og í kosningaskrifstofu Reykjavíkur þar voru við mörg bara eins og bara úr einhverju allt öðru partíi og fórum bara í burtu og nýttumst þar alveg ekki í kosningabaráttunni. Það var mikil synd og við mögum passa okkur á að brenna okkur ekki á því aftur og einmitt þá analýsera hvernig gerist það og er það eitt eða annað þar sem ég hef verið í félögum og erlendis líka þá hef ég séð að sá sem það eru ykkur 2 eða 3 sem er að taka á móti sem hafa bara það hlutverk. Í kvöld ert þú í því. Já, bara hafa það verkefni, þannig að það sé ekki alveg 50 í því, heldur þessu kannski 3 og nú ert þú bara í því. Góð, bara frábær punktur og já, hérna frá nefnd sem, gestanefnd, nei, þetta er bara, og það er kannski þetta er líka það sem er svo mikilvægt, það verður ekki, þótt ég sé búin að nefna oft, þetta bara með að hittast aðeins, að þetta, þú veist, svona kemur oft kannski ekki endilega fram í Facebook-samræðum okkar og auðvitað þarna, og hvað það varða, bara Facebook-samræðunar, að þær eru oft rosalega góðar og við náum mörgu fram, eins og getur það líka, er ég vissum að fólk getur líka upplifað ekki stuðning, af því það er einhvern veginn erfitt, þú veist, það er erfitt að koma stundum hlutunum alveg frá sér á réttan hátt, þannig að það hljóma ekki eins og árás til dæmis, þannig að kannski bara nota þá tækifæri líka að við auðvitað eigum alltaf að vera gagnrýnin og að vera svona eitthvað sem við þurfum að spyrja út í og svoleiðis, en að samanskepi stundum held ég að við mættum aðeins vanda okkur í hvernig við setjum fram spurningar, til dæmis núna sérstaklega kannski, nú hugsa ég aðalega til okkar þingflokk sem er búin að starfa stutt og í mjög strembnum dögum eins og Óttar nefnir hérna og þá eins og segi, ítreka að við megum vera gagnrýnin og við eigum að vera það og við erum aðhald en enga síður líka kannski að muna að gefa smá séns, fólk er svona frekar nýbyrjað og við kusum að fara í þetta samstarf þótt að það var ekki samhljóma já, sem ég notabene segi alltaf hjúk, að mér finnst næstu í þetta svona óþægilegt þegar allir samþykkja allt
það því, svo það sé sagt, þannig að mér finnst það styrkleikur líka að við sem ekki algjörlega sammála, en enga síður svona að við ákveðum að fara í þetta samstarf og þá finnst mér dálítið mikilvægt allavega að mun alltaf að gefa fólkinu séns þau eru að funda í mörgum mjög strembnum málum eins og við erum það áfram, kannski verðum við það í ár, 1,5 ár, mér finnst það ekkert ólíklegt. Mér finnst Guðlaug segja það ágætlega á fundunum á miðvikudaginn, hvað ég er búin að tala oft en funda á miðvikudaginn, hann var bara svo góður. Nei, þarna að hún upplifði að það sem að þingmennirnir okkar eru núna, er svona bara margfalt sinnum það sem að þau sem gekk á þegar þau tóku við og það er örugglega kannski ykkar upplifun Kópavogi líka að það er bara verið að reyna að hanga okkur og ef við förum að vera mjög tortrygginni í garð hvors annars að það alltaf hjálpar ekki til. Það er Ragnhildur og svo. Já Ragnhildur, varðandi spjallið stundum allavega, ég horfa á þessu stjórnmálagrúppu pínlítið þannig að maður geti sett inn, ég er stundum að spá, er ég mjög alvarlega gagnrýnin, ég er náttúrulega dálítið gagnrýnin, en þetta er meira svona, ég er að setja inn einhverja umræðu, ekkert endilega sem gagnrýni á þingflokkin eða ráðherra, heldur bara, hvað finnst ykkur? Þú veist, ég pínlítið að spegla mínar skoðanir í ykkur og ég vil að breyta mínum skoðunum svo í framhaldinu og allavega það er alls ekki allt sem ég allavega seti inn þarna í stjórnargrúppuna sem er endilega ætlað einu sinni þingmönnum eða ráðherrum. Heldur bara svona, ef ég lendi nú, sem ég lendi stundum í að fá mig bjór með svona fólki og ræða pólitík, að þú veist, ég hafi bara fleiri heldur en bara minn hug einhvern veginn til þess að leita í og geta svona, já, finnst þér þetta svona eða bara tekið þátt í umræðinni. Þannig að ég held séu svo mikilvægt að hafa einmitt þessa Facebook síða sem að það ekki að vanda sig allt of mikið án þess að fólk taki mjög nærri sig það sem maður setur þar inn vegna þess að við erum bara öll, þú veist bara, býtu, hvað finnst ykkur þetta? Er þetta ekki alveg galið? Þú veist, eitthvað svona, það er ekki endilega meint, eru þið galið að taka þátt í, ég fattiði mig. Og ég er svo oft breytt nefnilega skoðun, eftir ég er búin að koma minni skoðun þar á framfæri, fá mótrökin og bara, já, ok, sorry, ég aðeins ruglaðist. Æ, skiljiði. Og þess að þetta má heldur ekki vera oflókið, þetta er svona pínlítið eins og, það er alltaf vitist þegar ég segi þetta, svona pínlítið orðin eins og bara umræða öll mál varðandi til dæmis bara mannréttindi og svona einhvern veginn, maður þorir einhvern veginn ekki að taka þátt í umræðinni af því maður notar mögulega ekki rétt orð og þá verður allt vitlaust af því þá er maður svo fordómafullur og leiðilegur og ömurlegur. Mér finnst einhvern veginn bara slökum aðeins á, þú veist, þetta er ekki allt svona alvarlegt. Við bara hendum einhverjarn inn og svo bara nýtir fólk sér það eða finnur það eða ekki. Og við erum ekkert öll, sko, það er enginn að ráðast á neitt, held ég. Þú veist, ég held að þetta sé ekki þannig, allavega er ekki meint þannig. Og ef ég teki þannig, þá er mögulega vegna sem maður er sjálfur eitthvað viðkvæmur, þið vitið. Þannig, jú, einstaka sinnum, en lang oftast er þetta svona ekki valverlegt. Þetta er Nicole hérna, þingmaður, Bjartur framtíð, formaður velferðarnefnd, fjórða forsæti, alla hattur, ég segi þetta vegna þess að ég vil að þið kannski áttu sér á, ótur fór aðeins inn á þessu stöðu sem við erum í, að við draga þetta svolítið saman, að vera miðri í pólitík núna, því að þessi ísbaráttur sem við erum í og því að þeim sem situr í sal á móti okkur. Þau veit alveg hversu mikið ís er í dollunum. En því að það er rosalega gott að vera, að gefa í skyn að það er meiri ís, þó að þau vita þeir ekkert að fá það, þá situr við þingmönnum, Bjartur framtíð, svolítið í því að vera ábyrgt í okkur litla númer sem við erum. Að vera íhald þegar það væri ótrúlega gott að geta sagt já, heyrðu, við lengjum fæðingarorlof og við hækkum þakk og skilu, við myndum að vilja gera þetta, við vitum að þetta er rétt en við vitum að við getum það ekki en það er ekki alltaf vinsælt og auðvelt að segja og ég hef lent í nokkrum aðstæðu
með gildistöku þar sem þurfti að segja, já við viljum en herðu, svona þetta. Við þurfum að taka smáskref vegna þess að hinn besti íslenskur, we have to have our eye on the ball en ef þið myndi fylgist með okkur ræður sem við flytjum inn í þingsal ég held að ég get sagt að hvern einasta skipti að einn af okkur stend upp og tala við vitnum inn í stjórnarsáttmál því okkur hugunum þar að í dag við getum ekki fara þessi populistumál vegna þess að okkur augun eru hér við viljum að þegar við stígum út úr ríkisstjórn það þar svo í dag þurfum við að vera ábyrgt og ég sitt svolítið þar oft og þess vegna tek ég ekki alltaf þátt í alla umræður sem inni hjá okkur því að eða í fjölmiðlum því það sem við sjáum þar það mjög mikið sem gert til þess að koma komandi kerfi af stað og við vitum það og að kostnaði hverju ríkisstjórn svo skemmtilegt þetta hefur verið mjög erfitt að horfa á ég meina ég mætti í kaffi en daginn með mákonu mín og hún segir við mig veistu ég kaus þig ég er svo fyrir vonbrigði fyrir Óttar ég held að hann ætla að rifja upp heilbrigðiskerfið ég sagði hann búinn að vera í starfi í 6 vikur þið veitu já skilaðu að þetta svo það sem ég myndi að kalla á skilningu fyrir okkur og að við erum allir með við vitum og við sátum við vitum það margt sem við viljum gera betur og við fáum líka svona pop-up eins og til dæmis þessi skemmtilegt almannatryggingabolti sem ég fekk heitt og brennandi þar sem ég þurfti að taka ákveðun hvort við vorum á mjög slippery slope hvort við ættum að gera það populista rétt og gefa frá okkur 5 milljarðar skilu hvað ég meina þetta var ekkert einfalt en eye on the ball þetta 5 milljarðar sem við myndum ekkert hafa til þess að taka til umræður hjúkrunarheimili vandi, þú veist, öryrkjar starfsemi með NPA innleiðing með sveitarfélag, skilu, þetta svolítið, við þurfum að vera þar og við þurfum rættur úr sveitarfélag að vera samleið okkur hvað þarf, hvað ábyrgð við erum með umgengist og hvernig við stígum rétt og lett til leiks og ekkert einfalt og þegar við fáum svona hluti eins og þessi áfengisdæmi ég ætla að biðja fólk að muna þess að bara okkur gildi í björt framtíð og það eru margar rætt og ég vil svolítið meina, ég veit ekki hversu margir hefur lesið það sem ég hef sagt eða það sem ég hef gert til þess að tilengja með þessi viðhorf en ég hef mætt ég myndi segja mér ólýðræðisleg viðbrögð frá fólkinu, hvað var það þess að ég sem fulltrúi Bjarta framtíð sem tilheyri ákveðin rættir inn í Bjarta framtíð, við höfum verið á þessu frumvarp áður fólk hefur talað það, hefur reynd að mæta þessi með þeirri rætt og þann ábyrgð sem fylgir þessi ákveðin á mína axlir og því mér alveg fletti upp ræður sem ég flutti þar sem ég fer inn í umræður sem hefur ekkert verið rætt eins og þetta með lýðheilsusmál sem tengist þess frumvarp myndi fara í gegn við erum einhvern veginn og þetta var það sem þegar ég ákveði að vera á frumvarpið ég vissi að það voru rættir innan okkur flokk sem hefur verið þar áður og ég ákveði ekkert að taka þetta við verðum en að taka þetta með því að þú eru að spyrja alvöru spurningar og svolítið þar og þarna myndi vera svolítið gott að fólk myndi einmitt hugsa ok, hérna ein af okkur í gynið hún reyna að mæta þetta með ábyrgð og hún ekki okkur til skammar því þetta pínu þar sem ég stend ég vil ekki að fólk tala okkur nýður fyrir þess að ég verið þar ef ég reyndi að tala með ábyrgð og sumdi það ábyrgð líka inn í sveitarfélögum til dæmis hvað varður vínveitingaleyfi áfengisneyslu almennt lýðheilsu, hvað erum við að gera hvað erum við að gera fyrir þeim hóp sem í vandamál að við styðjum kannski hvort annan og hvort þessi frumvarp fer í gegn eða ekki að við höldum áfram að bera þann ábyrgð að tala hvað þarf því að við megum ekki snúa okkur mér finnst og tapa okkur inn í þetta populismi og ég tek bara þetta sem dæmi vegna þess að þetta kannski stærsta og
fólk segir ég trú ekki að ríkisstjórn er að eyða tímanum í þetta, ekki til vita, ég hef eitt minnsta tími í þetta. Og ég hef svarað hvað var það? Já. Það ég meina það er svo margt annað, ég meina ég er að reyna að átta mig á þessi með gjaldtöku núna, því að við stígum inn og við berum ábyrgð fyrir það lög sem tekur og hvernig við rýnum í gegnum alla misskilningu og vonbrigð sem mun verið snúið upp á móti okkur fyrir sumum ákveðnir og mistökum og hitt og þetta sem voru ekkert endilega á okkar axlir og eru þar. Mætum skynsem og uppbyggingulega gagnrýni innan okkar hóp hjálpar alveg rosalega mikið fyrir okkur að halda áfram í því og ekki draga úr eins og ég haf gert oft. Það stundum að ég myndi vilja setja neitt og segja nei, ég setja þetta inn og ég veit hvernig það endur bara. Ég þarf að finna tíma til að elda matinn og milli þegar að lesa þetta, skiluði. Það bara svona langt en þið fatta, bara kannski hafa pínu innsýn og svo það með það sem við erum að gera og það með að vera fáhent, ég reyndi að lýsa þetta, næstu viku til dæmis nefndu viku, ég reyndi að fá þingmann sem vera nýður en á nefndasvið frá 8:30 til 6:30, hvert einasta dag, mánudaginn til dæmis, ég fæ ekki einu sinni pásu, við mætum bara nýður kynningu vegna velferðarnefnd í miðjan dagar, ég forseta, ég veit ekki einu sinni hvernig ég næði að koma á milli þessu, svo ég komin upp í vegna menntamál. Ég bara allan dag. Nefndu viku yfirleitt bara pínu svona fólk fæ að vinna sína 4 tíma fundur og frá ég með 9 tíma fundur. Þetta mikið og ég vil vera ykkur til sóma en þið þurfa líka að fatta, þetta mikið. Já, takk, Guðlaug. Tók rétt upp hönda áðan í þessari umræðu náttúrulega, ég heyrði Hafnarfjörðnefndan, nei, djók, að umræðuna sko í raunheimum og svo netheimum og varðandi það að vera velkomin á fundi og viðburða okkar vegum og þá held ég að það þarf líka bara einhvern veginn að ákveða að hafa opnun. Það þarf að setja það á dagskrá, ef það ekki á dagskrá, þá það ekki. Þannig að oft eru við bara eitthvað, já, öll að fara að hittast sko, en það kannski ekki markmið fundarins að draga að, þá enginn með þann bolta. En við til dæmis núna, sko, að því nú mann ætla að fara að hugsa fram að næstu kosningum, að þá þurfum við að gera þetta og opna markvisst og við til dæmis ætlum að núna fjölga fundunum okkar bara til að stilla saman okkar strengi sem erum í þessum kjarna þarna í Hafnarfirðinum, en líka að hafa þá svona cirka einu sinni í mánuði eitthvað opið og helst þá alltaf þannig að fá einhvern utanakomandi til að tala, þannig að við séum ekki bara öll einhvern veginn að jórtra, þið veitir, þannig að og þá fólk tilbúið að koma og helst ef það eitthvað svona með eitthvað autoritet í einhverja, þá kemur alls konar fólk. Og sem betur fyrir yfirleitt alltaf einhver sem slæðist inn hjá okkur þegar eitthvað svona og þá reyna að auglýsa að skrifa ykkur að greina þannig að við séum svona aðeins að upp. En líka varðandi sko spjallsíðuna þarna að það misjafnt sko stundum ef maður setur eitthvað inn þá kemur bara alveg svona herdeild á móti mann bara kúf, þú veist, nei, það mátti ekki hafa þessu skoðan, þetta ekki svona og stundum ekki en þannig, já, en þú veist, það verður svona kannski til þess að maður segir bara ekki neitt og bara hugsa sitt sko, en það kannski heldur ekkit gott að mér finnst, ef þetta okkar safe space, þetta svæði, þá eigum við að hafa frelsi til að henda þar inn hlutum til að, þú veist, hvort sem það snýst hvort fólk á að vera 100% þingmaður eða þingmaður og bæjarfull, þetta alveg fræðileg umræður sem á eiga sér stað, hún aldrei komið upp, hún kom bara framan í okkur, þú veist, og mér finnst bara hollt að taka hana, því þetta er mitt kjördæmi, þetta er minn, ég kaus þetta, skilji, þú veist, þannig að maður einhvern veginn hafði ekkert fengið þetta samtal, þannig að ég held að, sko, það má ekki bara koma og segja, þú ætti að vera styðjandi, þú veist, við verðum að fá að ræða hlutina og einmitt eins og Ragnheiður segir að mögulega skipta skoðun og bara svona anda onni í hlutina. En ég er rosalega glöð, ég sé mjög mikla samsvörun, sko, við fórum allir mjög grimmt umhverfið í Hafnarfirðinum og ég held að sko, minnihlutin þar hafi sko, spilað svolítið illa úr sínum spilum í raun, þau haga sem mjög ábyrgum hætti svona þegar uppi staðið og maður sér það núna líka með sko, minnihlutin á þingi
þú veist, þegar komið bara galnar tillögur, þú veist, við erum í alveg brjáluðu þenslu svæði, þú veit, og það er bara, okkur er ekki meiri peningur, þú veist, meiri framkvæmdur og svo heyrir maður í forsætisráðherra bara, já, við ætlum að reyna að framkvæma meira hérna í götunum og vegunum og, þú veist, maður er svona, er þetta gott, er þetta ekki gott, þú veist, við getum ekki bara tekið þetta orð að því bara. En mér finnst allavega, þú veist, parallelið er þarna, en sko baklandið hefur miklu meiri stuðning á ykkur heldur en að sko við til dæmis þetta ár sem var óþægilt í Hafnarfirði, það var mjög óþægilt innan okkar raða líka. Við, þú veist, upplifðum mjög mikla kritík. Alltaf, hvað eru þið að gera? Þú veist, ef það kom vond frétt í fréttablaðið, í dag hugsa allir bara þetta er stundin. Já, einmitt, þau eru með það, þú veist, við vorum bara með formann ungra jafnaðarmanna bara á bakinu, þið veitir, blaðamann á, þú veist, sem fékk allar fundagerðir áður og birtust á efnum og svo vorum við lamin sko innan frá líka, þannig að hérna, en það er rosalega gott að sjá það núna að það er ekki að gerast, því að þá værum við náttúrulega löngu fókin. En hérna, en ég held við verðum samt að þú veist, bara einhvern veginn, ef við líka bara, það er svo sem enga reglur inn á sem spjall við okkur, þú veist, við getum líka alveg bara sett eitthvað, þú veist, að við getum alveg bara sett eitthvað svona viðmið, að fólk hafi frelsi til að segja og þurfi ekki að upplifa sig, ég meina ef þið hafi farið á aðfundi eða fullan börn eða eitthvað slíkt, þá má fólk stundum bara tala út í kosmosið án þess að fá svar. Það þarf ekki alltaf einhver að koma og ýta á móti þér. Stundum máttu bara að henda einhver út, sko. Og mögulega getum við bara að setja eitthvað merki efst, þið veitir, bara frí hugsun, eitthvað skiljiði, ekki spekla eða eitthvað, þú veist, eitthvað svona, því við erum nú alltaf hérna í hringi að forminu hvað sem er. Þannig maður upplifir ekki, sko, að sé sumt með ekki nefna, sumt fólk sé heilagt eða eitthvað þannig. Prepinu orðið, en ég held að þetta er mjög góð umræða, ég held að þessi hættild að fara að hafa einmitt reglur líka, ég held að kannski bara bottom line var, og það er svona enn og aftur bara að hittast þóttu við sem ekki mörg, að bara minna okkur alltaf á að það er held ég allir einhvern veginn að starfa með góðu vilja, en að auðvitað verðum við samt að þóra og meiga að spyrja erfiðra spurninga, það verður að fá að vera þannig, ég bara einhvern veginn að við samt munum alltaf að, svona, hvernig við stundum svörum, og ég er alveg einn af þeim. Já, komið sæl, ég heiti Preben frá Akureyri. Mér langaði bara að spyrja ráðherra og þingmenn spurninga, hvernig er staðan á komugjöldum og gistináttargjöldum? Þú veist, mér finnst hver dagur mjög dýrmætur í þessu. Mér langaði bara að spyrja. Stuttasvarið í því að þau eru ekki í fjárlögum sem voru ákveðin í desember og þau eru upp á borðinu í því sem við erum að skoða í fjármálaáætlun fyrir næstu 5 ár, en það er ekki búið að taka neina ákvörðun það og Alþingi tók ákvörðun 22. desember fjárlög fyrir árið 2017, þannig að það þarf verulega stóra ákvörðun til þess að breyta þeim fyrir áramót og það er staðan með þau. Gistináttargjaldið er í einhverja hækkun núna. Jú, hækkaðum held ég 50% á þessu ári, er það ekki? Já, upp í 100, úr 100 í 300, fyrir en 200 í 300, já. En þetta er bara eitt af því sem að þarf að skoða og er verið að skoða fyrir fjármálaáætlun. Það er hérna tekjur versus gjöld, sko. Og það er ekki bara tekjur versus gjöld, heldur er líka bara spurningum sko stóra makró efnahagsstjórn. Það er brjálæðisleg þensla. Það er 7% hérna, yfir 7% hagvöxtur, það er hérna launahækkanir eða sem sagt hérna kaupmáttarhækkanir upp á 10%, 8% hækkun á opinberum útgjöldum ríkisins á milli ára. Þetta er alveg rosalegar tölur og þær verða bara litlar þegar þú miðar þær við afleiðingarnar sem í þessu tilviki eru, og ég er löngu búinn að týna því hvað hérna gengisstyrkingin er ef þú horfir yfir síðasta árið. Ég held að sé bara árið 10% sko frá því bara mánaðamótið hvað það er sko. Og hérna þetta hefur alveg rosaleg áhrif á allt umhverfið og það er akkurat í andstöðu við þessa langtíma pólitík sem við höfum verið að tala um. Og ástandið er það viðkvæmt í raun og veru að ég held að sé bara varla til sá flokkur á þingi sem sko gerir sér ekki grein fyrir því. Þannig að það er bara stóra verkefni að reyna einhvern veginn að halda pottinum, lokinu á pottinum og láta þetta einhvern veginn alla áfram sko. Þannig að þetta er mjög snúið verkefni og það er kannski
staðreyndin það er mjög erfitt að segja, að sýna nákvæmlega inn í þetta meðan að við erum akkurat í miðri vinnunni og þetta að klára frumvarp sem að kemur fyrir þarf að leggja fram fyrir þingið, fyrir mánaðamótin núna, sko. Og menn eru ennþá að reyna átt að sjá því hvað getum við gert mikið, hvað megum við gera mikið. Við sendum út fjármálastefnu sem var lögð inn í þingið, sem setur bara svona stóru línurnar, hvað ætlum við að vera með útkomu í opinberum rekstri, tekjum og skuldaviðmið og svo framvegis. Og það eru allar umsagnir sem hafa borist í sömu átt, það er engin að mælast til þess að það sé ekki aukið aðhald. Það er alveg frá því að vera, það þarf að passa aðhald og auka aðhald, upp í að vera það verður að taka alvarlega í handbremsuna, sko. Þannig að þetta mjög viðkvæmt allt saman, akkurat eins og Komugjöld og gistináttargjöld eru þrátt fyrir mikilvægan póst og svona, þau verða samt aldrei í raun og veru nema tiltölulega lítið svar inn í stóra efnahagsreikninginn, sko. Milljarðar. Það búið að vera mikil pólitísk umræða það. En það var ekki tekin ákvörðun það 22. desember. Þannig að við erum ekki komið þangað. En það hefur verið umræða það, já, það er eitt af því, sko. Mér langaði aðeins að koma inn í þessa netumræðu. Mér langaði bara svona að því að við höfum bæði upplifun, það var sumir þræðir hafa farið mjög langt og hitnað mjög mikið. Við bara vitum það, ég held að allir verða að viðurkenna það. Og það hefur stundum gerst af góðri ástæðu þegar það hefur verið mjög mikið uppi. Það var oft í stjórnarmyndunarviðræðunum rosalegur hiti. Skipti engu máli hvort það var þegar við vorum að tala við sjálfstæðismenn eða við vorum að tala við Pírata eða hvað, en það bara kom oft upp. Og ég held að séu tvö sjónarmið, annars vegar sjónarmiðið að við verðum að fá að segja okkar skoðun og það má ekki vera þöggun. En hitt á móti að þegar við segjum okkar skoðun, að þá getur það verið, og við sjáum það auðvitað bara öllum kommentarkerfum, að við auðvitað að segja sína skoðun þannig að það þaggi niður í öllum hinum. Vegna þess að þegar einhver segir, nei þetta er galið, og skrifar hérna á netið, að þá er það nákvæmlega sama stafsetning og þetta er galið, sem er allt annað. Og þegar þú ert að lesa það, þá er bara spurning hvernig þú ert stendur, eða í hvað stöðu þú ert, hvort þú að lesta, þetta er galið, eða ekki. Og ég bara minna á það vegna þess að ég var fundið fyrir því stundum og ég fundið fyrir því í sjálfum mér og í öðrum í okkar hóp að við höfum upplifað það að það best að það er ekkert að hætta sér nýtt. Þetta var mikið reyði ef ég fyrir eitthvað að það væri bara slokkið á mig og þá fæ ég ekki tíma til að elda matinn. Og ég er ekki að segja til þess að kvarta, ég er bara að segja það til þess að vera uppbyggilegt og meira gagna þessu, þá væri mikilvægt að hafa þetta í huga. Þannig að nákvæmlega bara bæta því við. Því við ætlum líka að vera með önnur mál og þetta er kannski snúðast annars spurningar hvað sérstaklega til óttas en mér finnst þetta bara að vera samt líka svona mikilvæg umræða bara hvernig stemning og líðan og uppbyggilegan flokk. Þannig að við svona ég gefum Nikoló orðið og svo ef einhver með spurningu sérstaklega þá bara rétt upp hönd við. Það kom það hugmynd að hafa eitthvað stiklur efst. Ég bara mæla með að við erum bara með okkur gildi. Við erum með okkur gildi í hugmyndum. Það er kannski það sem hlaði mig af að vera þátttakendur í þessu flokk. Ég sá þessum milliflokk og ég veit, ég er millibarn í allt sem ég geri. Það er eitthvað sem tók mig hérna í því að vera fanatík og annars sem segir wow, skilur. Það er kannski eitthvað sem í okkur og í þessu samskipti, það gildi sem við höfum, það kannski minna okkur á að þegar við erum í milli, það eru sum mál sem mun toga vinstri hjarta, alveg hérna og hægri hart hérna, en að við mætum þarna í miðri þar sem við deilum þessi gildi að lýðræði, virðing, jafnvægi, að þessi viljum við hafa hátt á loftið. Að þetta, vegna þess að, ég meina, þar græjum við allir, vegna þess að ég er bara langt frá því að hugsa að nokkuð tíma ég haf rétt fyrir mig.
Ég veit bara kannski stundum mér finnst ég hafa meiri rétt fyrir mig en hinn næsta. Ég skil ekki hvað ég menna, en ef við getum einhvern veginn vera þar og hafa þessi gildi og vera sammála að vera ósammála, ég tel að þá munum við oftast taka mjög góða afstöðu og finna eitthvað laus. Þetta nefnilega það eitt sem mig langar svo, þegar ég fer þarna inni og ég sé þar umræður, en svo einmitt eftir vilja bara lesa hvernig ég tala og ótar þessi greiðsluþátttöku, hugsa þetta stað fyrir okkur að finna laus. Ekki bara þingmönnum, bara við, bara vegna þess að við erum samfélag. Við erum alla stígi í samfélag, við erum mæður og faðir og við erum í sveitarstjórn og við erum í ráðum og nefndum og við erum ráðherrum og þannig finnum við lausn til þess að takast á við allt þetta sem samfélag að glíma við. Bergþór heiti ég, Kópavogi. Sko, við erum að slást nýja tækni og við kunnum ekki á hana. Við höfum ákveðna samskiptavenjur sem eru komin úr því að við erum að tala við fólk á vinnustaði, við eldhúsborði, í vinahópum og þar sem að sko, eins og þú segir, raddblær og látbragð hlut af samskiptunum. Svo klippum við bara orðin út, setjum þau inn á netið og þá allt í einu staðan fyrir 10 manns, þá allt í einu 10.000 eða 100.000 manns sem geta lesið þetta. Og við erum að taka svona samskiptahefð sem sko á uppruna sinn í litlum hópum og setja hann út í samfélagið. Og það eina sem að sko augljóst í þessu að það bara mannleg virðing og kurteisi sem blífur. Þú veist, ég kurteis, ég að bera virðingu fyrir þeim sem ég að tala við. Það þetta nummer 1, 2 og 3. En svona bara almennt upplifun manns af pólitíkinni sko að hún mjög undarleg sko að þegar það var skrifað undir stjórnarsáttmála, það varð svona eins og sprenging. Það myndast bara tómarúm. Að þið bara hurfuð, þingflokkurinn, og maður svona sér ykkur öðru hver í fjölmiðlum og svona fjarlægt ekko einhvern veginn af þeim samstölum sem áttu sér stað í stjórnarmyndunarviðræðunum. Og það sem skrítið á vinnumstaðnum mínum, vill enginn lengur tala við um pólitík sko. Þetta alveg stórundarlegt sko og fólk einhvern veginn svona veltaði fyrir sér, hvers konar fyrirbæri björt framtíð orðin og fólk ekki búin að gera það upp við sig og ég held að við þurfum líka að gera það upp við okkur sko að eðli flokksins hefur breyst og við þurfum aðeins bara að finna út hvers konar flokkur erum við og fólk að eins og þið eru búin að finna það svona að gera tilraunir, svona að prófa að poti þennan, vera leiðilega við hinn og sjá hvernig við bregðumst við og leita veikupunktunum, þetta gengur allt út á það sko, að leita veikupunktunum sko. Þetta snýst allt það í þessari flokkapólitík því miður. En á endanum við þurfum bara að standa saman og vera með jákvæð og heilsteypta ímynd út á við og bara trú því sem við stöndum fyrir og muna eftir því að hjartað vinstra megin og það ástæða fyrir því. Tveir hjúkrunarfræðingar. Löngu búið að komast að þessu. Fyrir að mynda þessu. Já, Preben. Herðu, við ætlum að klára þetta og Preben með spurningu. Já, sælastur, það kannski líka svolítið vangavelta, þú veist, þegar Guðlaug kom á framkvæmdir og tala hagvöxt og annað. Mér svolítið vanta töluvert stórt tæki í þessu. Eins og fyrir norðan, þegar við erum að taka ákvarðanir framkvæmdir og við setjum stjórnarmanni hvað á að framkvæma. Okkur vantar alveg að vita hvað þurfum við að framkvæma mikið, hvað þarf sveitarfélagið eða ríkið að taka þátt í miklu uppbyggingu til að viðhalda störfunum, til að viðhalda hagvextinum. Við gerum okkur enga grein fyrir hvað einkaaðilinn að framkvæma mikið og hvenær eigum við að vera stuðpúðin og hvenær eigum við að koma inn og út. Þessa tölu vantar okkur. Við erum bara alltaf einhvern veginn að setja bara puttan upp í loftið og já, nú förum við bara að endurbyggja Listasafnið og það kann ekki mjög gott að eiga það í handriðanum eftir 3 ár. Þetta vantar okkur, þetta tæki. Og ég bara fleiri að upplifa þetta í sveitarstjórnarmálum eins og ég gerði. Þetta var meira vangavelti í þessu. Óttar, já, ég sé hann. Það er mikilvæg spurning, sko, að og
við erum að reyna að sigla inn í aðra hugsun í ríkisfjármálum, opinberum fjármálum og bara efnahagsmálum á Íslandi og sem að felst kannski í því einmitt ekki bara hverju get ég eitt eða hvað skulda ég rosalega mikið eða hvað, heldur einhverja svona heildarsýn sko. Og það hluti af þessum lögum opinber fjármál setja skyldu á ríkið að setja fjármálastefnu sem með bara þessar stóru línur. Við ætlum að vera með þetta hátt hlutfall af þjóðarframleiðslu í opinberum rekstri, þetta hátt hlutfall af opinberri framleiðslu í skuldir og svo framvegis sko. Hérna að þjóðarframleiðslu í skuldum og okkur skortur öll tæki til þess. Við í ríkisfjármálahópnum erum alveg með sko framkvæmdastig ríkisins en svo fórum við aðeins að klóra okkur í hausinn og þarna, já, við viljum samtal við sveitarfélögin þannig að þau séu líka inn í þessu og þau séu hluti af þessari efnahagsstærð vegna þess að sveitarfélögin eru kannski jafnmikill framkvæmdaaðili og ríkið. Þá kemur í ljós A, sveitarfélögin sem heild vita ekkert of mikið hvað í pípunum. B, þau vilja ráða sig sjálf og vilja kannski ekki endilega taka þátt í þessu samtali og C, það eru risastórir aðilar, meira sér opinberir aðilar sem eru fyrir utan bæði eins og Landsvirkjun, þessi OHF og þessi sjálfstæðu félag og bara svo við munum eftir því að í fyrra þá sennilega stærsti framkvæmdaaðili á landinu Isavia OHF sem opinbert hlutafélag sem að tekur sjálft ákvarðanir sína framkvæmdir vegna rosalegar uppbyggingar framkvæmdir upp á milljarða, ég held bara upp undir 20 milljarða sem átti að klára á síðasta ári. Það var ekki nema hluti af því sem að náði að klárast vegna þess að það hreinlega fengust ekki sko tilboð. Það að segja, það var ekki geta á landinu til þess að framkvæmda stíi sem að var þar ákveðið algjörlega án samráðs eða samtals við restina. Það myndi mann mjög mikið á einhvern veginn stöðun á Orkuveitunni að sömu vikuna og við vorum að koma inn í Orkuveituna sem var basically alveg að bara verða að eigi vandræði með að borga afborganir í næsta mánuði að þá voru mennin í Orkuveitu að velta fyrir sér hvort þeir ættu ekki að kaupa sko hús og lóð við hliðina upp á nokkra milljarða svona bara til vonar og vara og þannig að þetta samtal þarf að þroska og við þurfum að vera aðilinn akkurat sem að kannski bendir á þetta, vera svona krakkin sem að bendir á keisarann þegar kemur að þessu og reyna að berjast fyrir þessari auknu ábyrgð sko. Og hún þarf að koma úr báðum áttum. Þetta þarf að vera stærra samtal á milli bæði sveitarfélaga og ríkis. Og núna til dæmis í þessari fjármálastefnu þá bara erum við að horfa á það, við erum að gera ráð fyrir því að sveitarfélögin komi minna inn í þetta núna næsta árið bara vegna þessari kosningar. Og pælið í því að það raunverulega menn bara svona til þess að vera pragmatískir að þá verða þær að gera ráð fyrir því að það verði kosningar. Þannig að mér finnst þetta alveg rosalega sem að við í Bjartri framtíð ættum að geta verið svona við erum svo langt komin í þessari hugsun sko. Og svo vil ég panta herbergi með þér þetta. Já, Bergþór í Kópavogi. Sko ég einmitt í þessum sumum pælingum sko að í Kópavoginum þá ég alltaf að segja sko árangur okkur í kosningunum semst á næsta ári mun ráðast af því hvað margir byggingakranar í gangi þegar kemur á kosningum. Það að segja hvað verður að byggja mikið að íbúðarhúsnæði. Orðað sem sagt hvernig okkur gengur í kosningunum fer eftir í hvernig staðan verður í húsnæðismálum og þá segir maður byggja meira sko. Og allt samfélagið að springa sko undan þenslu og maður svona aðeins að velta þessu fyrir sér sko og helsti drifkrafturinn í hagvextinum í dag auðvitað túrisminn. Hótelin sinni ekki túrismannum, þá hann að flæða yfir á íbúðamarkaðinn yfir í Airbnb og þvílíku þjónustum. Kannski sko það mikið. Þá hefur ríkið alltaf verið dálítið sko svo erfitt, það hefur alltaf komið á hagsveifluna og magnaðana. Svo kemur kreppa, þá hefur ríkið kippt af sér höndunum og magnað botninn og svona. Og það vantar þetta sveiflujöfnunarhlutverk. Já.
og þá hafa menn sko í sögulegu samhengi horft á vextina sem ákveða hagstjórnartæki. Þeir virka ekki raskat í þessu samhengi. Það eina sem við getum gert er að taka á Airbnb. Það er það eina sem getur takmarka fjölda túrista sem kemur hingað til lands og komið í veg fyrir það að ferðamanniðnaðurinn sé að hreinsa Íslendinga út úr heilu hverfunum, sko. Ég held ekki. En sko, vissulega er þetta mikil einföldum. En ef við bara hugsum þetta, sko, þeir kraftar sem að eru að þenja upp hagsveifluna, sko, þá er þetta eitt sterkasti krafturinn sem við höfum enga stjórn á. Þannig að umorðum það, hvað getum við gert til þess að koma til móts við það? Ná tökum á því. Spurning. Nei, ég er ekkert alveg sammála með þessu Airbnb. Ég meina, ég held að, þú veist, Airbnb er svona samtvinnað. Það eru samtvinnað af bara tækifæri sem hefur búið sig til. Ég er með rými sem ég er ekkert að nota í nokkrum mánuði, ég hendi þetta inn á Airbnb. Að þetta er ekkert endilega bara vegna þess að það er ekki nógu hótelherbergi. Að það er bara snjaldar úrlaus fyrir sumum, því að það er ekkert. En ég held að það helst aðeins meira í hendi með að sumum hefur séð pínu gull. Því að flugfélagin hef meira að segja hvað sem er koma hérna, en vegna þess að við vorum með lögreglan hjá okkur í nefndin daginn og við vorum að spyrja þessu með þessi breytingar. Fólk þarf að skrá ef þeir eru með Airbnb lengra en eitthvað ákveðinn tíma. Það er innan við 20 sem hefur skráð sig. Ég ætla ekki, já, ég bara ætla ekki að skilja, þetta er bara svona, ég held að við megum ekki að hafa eitthvað sannfæring fyrir Airbnb. Ég held að þetta er svona... Já, hérna, sko það var starfshópur hjá okkur sem skoðaði þetta Airbnb, dótar í meðal annars núna var að skila af sér. Það er fólk sko, sem flytur í húsbílinn sinn niður á Víðistaðatún og leigir á sumrin sést hérna kennararnir í skóla svona míns hafa sagt sko, að fólk er greinilega bara að vakna og fara til vinnu, bara frá tjaldstæðinu, það býr þarna, en það, þú veist, gerir þetta til að bara drífa tekjur. En mér langaði bara því að tala tölfræði, að ég var nú eins og einhver leiðenda págaukur sem formar BHM að tala að við vitum ekki hvað eru margir með hinn og þessa menntun og við vitum ekki hvað þeir eru stattir í heiminum, þú veist, við fylgjast ekkert með hverju flytja úr landi og fólk er alltaf svona, hvað, þú veist, og núna er þetta að koma. Nú eru aðilar aðrir, þú veist, SA og Iðnir og hinn og þessir eru farnir að ræða þetta, sem er bara mjög gott, að við verðum að vita hvað við höfum og þú veist, og það var alltaf verið að segja að vantar tæknimennta fólk. Það var að mestu leyti tilfinning, sko, örugglega rétt, en það voru engar tölur endilega á bakvið það. Og í dag er hérna, við langar bara að lesa aðeins hérna frá henni Borghildi, sem er hérna, við köllum borgarlínu þessa dagana. Hún var með grein hérna á Kjarnanum, hvað er borgarlínan, svolítið góð ef þið eru búin að sjá hana. Þegar hún segir það er hálf átakanlegt að heyra greiningadeild í bankana hrópa skort á 8.000 íbúðum og herja á sveitarfélög að standa sig í lóðaúthlutunum þegar það er svo langt frá því sem er framkvæmanlegt miðað við mannafla, lánsmöguleika og framtíðarsýn sveitarfélög það að fara vel með. Betur með landfjármuni og umhverfið allt. Og það er rosalega lítil sko, viðspyrna við þetta tal núna. Hvar eru lóðirnar frá sveitarfélögum? Það er ekki lóðirnar, það er órutt land sem við erum að biðja Við erum bara að fá allt þetta órudda land, þú veist. Við, hérna, til dæmis í Hafnarfirði, það verður að endurskipuleggja svæði sem er stærri en Skeifan, sko, þú veist, mjög stórt, alveg fyrir borgarlínu, frábært og allt það, en svo öskrar allir að segja, okkur komið ekki með þarna eitthvað, þú veist, og í rauninni, sko, þegar þú ferð að skoða hverjir er á bakvið þetta, þá er voða mikið bara, þú veist, það er svona magn vinnu bygging, og ég minn eins og, þú veist, og koma athugasemdir við skipulag og annað þar sem að félag iðnmeistara segir sko mótin sem við eigum passa ekki til þetta skipulag. Þú veist, það vilja, þú veist, byggja upp já, business as usual og same old, en þú veist, það er rosalega fáir sem segja byrju af hverju þegar þetta getur útskýrt málið þitt. Það voru margir núna með þetta. Það er alveg rétt, en það má líka alveg, þú veist, spyrja út í byrju hvað það meina og hvað aðrir möguleikar eru. Það er fullt af lóðum, það er fullt af svæðum sem er ekki verið að, sem er bara ekki búið að taka í umferð, sko. Ég meina eins og hjá Reykjavíkurborg, það er fullt af svæðum sem verið að endurvinna. Það er ekki bara þörf á nýju landi,
eða þú veist, það er fullt til og svo er fullt af lóðum sko í eigu hinn og þessa banka og aðila sem bara ekkert settir út í umferð. Þú veist, en það er alltaf hort á sko sveitafélagin er ekki að kaupa þessu út og svo er sveitafélagin að gera þetta næstu í ókeypis og þú veist, helst niður greitt og þá vitum við náttúrulega arðurinn þá fær einhver lóðin úthlutað, selur hana síðan og kassar inn á hagnaðinum, þannig að íbúar bæjarins fá ekki megin við endan sko, þú veist, hvorki bæjarsjóður né íbúin á endanum fær í sinn vasa neinn hagnað. En já, þannig að bara að gera að reyna að tala svolítið fyrir svona einhverju og spurja, þú veist, ekki bara taka págögga Guðrún heiti ég. Mér langar bara að benda ykkur á það, svona vandi ykkur þegar þið eru að tala til þess ferðaþjónustu. Það er ekki ferðaiðnaður, það er ferðaþjónusta. Og þetta er rosalega sárt að hlusta alltaf á þetta. Þú veist, þetta er alveg svo við verðum að tala um heilbrigðisiðnað. Þetta er svona álíka fáránlegt. Og þetta gull og þetta gull og eins þetta með þetta gullgrafaraæði. Þú veist, við sem erum í fyrirtækjum sem eru að sýna ábyrgð. Þetta er rosalega sárt út í því að þetta og við vorum að vinna verðlun einmitt. Já, það var bara það sem ég ætla að segja. Við þurfum að passa okkur á og gera þennan greinarmun og það er ekkert alltaf auðvelt eða sjálfsagt sko, að það er þessi munur á fullt af mjög ábyrgri ferðaþjónustu en síðan er líka, við vitum að það er rosaleg bólga í umhverfinu, hverju sem við vill kalla það, bransanum og margt af því er mjög lélegt og skilar jafnvel lélegri framleiðni og er ekki góð business endilega sko. Og þannig að við þurfum að passa okkur að vera þarna aftur einhvers staðar á milli þess að sko að tala um og taka á vandamálinu annars vegar og hins vegar að gera það af einhverri virðingu en það er ekkert allt í ferðaþjónustunni sem að er heldur virðingavert sko. Þannig að bara svo það sé sagt sko. En mér finnst þessi umræða, það er bara held ég næstu í tilfellinu að kennt bara alltaf þegar Preben hefur sagt eitthvað þá hefur við farið einhvers staðar. Nei en að það er akkurat svo gott að taka þessa aðeins dýpri umræðu einhverja málaflokka og við höfum verið síðan að ég man eftir mér að reyna að þróa aðeins í kringum stjórnina og í sambandi við vinnuna hjá okkur einhvers konar svona form á málefnavinnu og það er öll form hafa verið of formföst eða of laus í reipunni, ég veit það ekki. En ef að það hafa verið pælingar að halda að svona finna nýja leiðir í þessu, það væri gaman að heyra aðeins í því kannski áður en við klárum. Ólöf með orðið. Ég er eiginlega búin að gleyma því sem ég ætla að segja, en eitthvað Airbnb, býtu, sko, Airbnb húsnæði ferðaþjónusta. Mér punkturinn hans Preben áðan varðandi komugjöld eiga rétt á sér í samhengi við alla þessu umræðu vegna þess að Airbnb er afleiðing en ekki orsök og það er flugsæti sem að ráða því hversu margir koma til landsins, þannig að mér veist að ég veit að þeir eru örugglega að tala um það, en mér langar bara svona skjóta því að varðandi húsnæðismálina þá, Nicole, var ég að fá boð á Facebook á viðburð sem heitir Eignalausa kynslóðin, hvað er til ráða sem er á miðvikudaginn, sýnist mér, í stúdentakjallaranum, þar sem þú ert að fara að vera í pallborði. Og ég held, býtu, ég ætla bara að segja ykkur, það sem fólki sem er að fara að mæta hérna er ungliðahreyfingar, Framsóknar, Pírata, Samfylkingar og Vinstri grænna í samstarfi Politika, félagsstjórnmálafræðinema. Og ég held að það var örugglega bara fínt ef einhver af okkur myndi vera þarna líka í salnum. Þannig að það sé ekki alveg bara skotárás, skilurðu, ef þetta er að fara að vera eitthvað svoleiðis. Mér langar bara að vekja athygli á sem viðburð boða á hann frá ungum Pírata sem að okkur ekki. Ég ætla bara að vekja athygli á þessari umræðu sem gæti verið gagnleg fyrir okkur. Já, nei, ég ætlaði bara að... Já. Já, en ég ætlaði bara svona vekja athygli á þessu að því vorum að tala um þetta. Það gæti verið gagnlegar umræður ef einhverjir aðrir vilja taka þátt í því og ég held ég hafi ekki ætlað að segja neitt meira. Nei, bara takk fyrir þetta. Ég held ég sé búin að tæma mælendaskrá og já. Bara ein birtingamynd af aukinni ferðaþjónustu
að 10% af öllum rúmum og gjörgæslu á Landspítalanum eru erlendi ferðamenn. 10%. 10% af öllum sem liggja á gjörgæslu. Nei. Og það gengur... Já, Nicole spyr, ertu að tala um greiðslur? Já, greiðslur fyrir þessa ferðamenn. Já, eina sem svarið sem við fáum frá Landspítalanum það gengur mjög misjafnlega að rukka fyrir þetta. Það gengur ágætlega hjá Landspítalanum að þeir eru orðin svo vanir að þeir þekkja kínversku tryggingafélagin sem eru að díla við, af því þeir fá svo mikið. En þeir sem eru ekki vanir, að þeir eru í bölvuðum vandræðum og eru kannski ekki með starfsmann sem kann að díla við Kína. Og aukningin þetta þumalbutta 10% af gjörgæslunni, en sko fjölgunin á komum í bráðamóttökunni á Suðurlandi 80% eða eitthvað svoleiðis á milli ára. Þannig að þetta eitthvað nokkuð sem ég hef verið að tala um, það líka bara samræmt kerfi bæði til þess að taka á við að rukka inn, bara miðlægt helst, og við þurfum hreinlega að fara að skoða þetta gagnvart líka, björgunarþjónustu, sjúkraflutningum og fleiru. Við verðum bara að horfast í augu við það, en líka þurfum við að gera ráð fyrir því þegar við erum að tala um getuna. Við getum ekki bara haldið áfram að byggja upp spítalann út frá því okkur fjölgum 3% á ári. Þú veist, vegna þess að við erum með 20% í viðbót af ferðamönnum á blettinum sko á hverjum degi, að meðaltali. Og ég rétt að þarna yfir. Valdi, varstu góður? Heyrðu, bara takk fyrir góðar umræður og þar fórum víðan veg, heilbrigðiskerfi og ferðaþjónusta og bara sem, já, þetta var mjög áhugavert og maður heyrir alltaf eitthvað nýtt. Nú Óttar spurði að lokum, spurði hvað var þar þegar okkur langar náttúrulega að dýpka okkur í okkar málum en eins og hann nefndi þá var ýmislegt reynt, ýmsir hópar og svo framvegis. Og við teljum allavega í framkvæmdastjórn höfum talið það að svo stödd að ekki vera að bæta við einhverju mikið að fundum þar sem 5 að mæta. Það bara staðreyndin að þannig var þetta. Þess vegna erum við líka búin að vera duglega að hafa stjórnarfundi á mánaðarfresti. Það var ekki alltaf þannig, það liði vel 2 mánuðir á milli. Þannig að það svona ástæðan að hafa fleiri fundi. En síðan þá finnst mér full ástæða til á þessum vinnudegi 7. maí að þar myndi ég gjarnan og mun bara varpa þá inn núna mjög fljótlega inn spurningu í stjórnina einhvers konar fókushópa og þá augljóslega yrði einn af þeim ferðaþjónusta versus ferðaiðnar, þú veist að við komum með nafn á góða spennandi grúpu en þá já, þannig að við munum við fara framkvæmdastjórn óska eftir einmitt umræðefnum hópa ég held að borgast ekki að hafa þá ómarga þannig að kannski bara búið til svona kosningu af því það dýnamingin í að heyra öll þessi sjónarmið, ég strax búin að læra mikið af ykkur í dag en ef það ekki eitthvað svona annað sem við erum að brenna með einnig þá finnst mér mikilvægt að við bara slúttum og höldum út í innan fallega laugardag ekki bara takk fyrir okkur og ekki bara klappa fyrir og hér með líkur útsendingu. Þetta er alltaf hvað svo, mér finnst þetta alltaf